Fyrir Anton 3-0 sigur í dag á Víkingur hlýtur bara að vera, nei 3-1 sigur segir, hlýtur bara að vera mjög sáttur. Já, ég er mjög sáttur. Við bara vorum í þeirri stöðu að við þurftum virkilega að ná í þrúst í dag. Við vorum bara ákveðnir, við gerum það sem kannski ekki verið að gera í seinustu leikjum, við vorum beinskittari, við vorum hættulegir fram á við og aggressífir út allan völl og ég held að það hefði skilað 3 punktum í dag. Kemur svolítið komst á óvart að þú byrjar í hafsendi í dag, bara hvernig fannst þér að spila með Viktori þar í dag? Bara geggjað, það bara forréttindi að vera með Viktori sem spilaði í þessari deild undanfarin ár, bara eitt reynslumesti hafsendinn og það bara auðvelt að koma inn við hlið hans. Hann kann leikinn og stýrir manni og svo Jóman hinum meginn og það bara að hjálpa manni að hafa þessa gæja þegar maður að spila kannski stuði sem maður ekki vanur. Men fannst það til að byrja með sérstaklega bara þegar þið tækir forystuna að maður hafði einhvern veginn aldrei á tilfinninguna þegar þið var að fara einhvern veginn tapa þessum leik, að missa eitthvað niður? Nei, ég einhvern veginn sammála þessu tilfinningin á vellinum líka. Auðvitað maður alltaf, Víkingarnir náttúrulega bara eitt besta lið landsins og þeir eru hættulegir og maður aldrei í rónni þegar maður spila móti þeim og við þurftum að vera on allan tíman. En ég sammála, maður hafði tilfinningin á vellinum, við vorum ofan á í þessu baráttu út allan völl og já, það gaf manni góða tilfinningu. Seinustu 2 leikir í deildina hafa náttúrulega verið mikil vonbrigði fyrir Breiðablik, tapa móti Skaganum heima og svo aftur úti, bara hversu mikilvægt var að svara fyrir það og bara í þessum leik og með fríið núna framöndan? Klálega, það einhvern veginn að fara inn í fríið með þessa frammistöðu á bakinu. Við erum búin með 2 arfaslaka leiki á okkar leveli og við skuldum bara aðalast sjálfum okkur og stuðningsmönnum sem mæta á alla leiki að gera betur, sýna meiri anda og já, það var bara það sem við skuldum félaginu og það bara geðveik tilfinning að fara með þetta inn í pásuna en það breytir því sem ekki að við þurfum virkilega að bæta okkur og taka þessa frammistöðu með okkur. Við getum ekki valið okkur leiki sem við mætum í. Var eitthvað kom okkur óvart í leik Víkinga eða bara mættu þeir eins og þið höfðu vonað? Já, þeir voru nokkurn veginn eins þegar kannski óvænt að Gylfi var meira sentralt og Valdimar var að droppa út og þeir voru með 3 svona einhvern veginn tilbaka, þú veist, nei, ekki þannig, við ætlum bara að fara maður á mann og elta út allan völl og svo sem alveg saman í hvað formationi þeir kom í, það truflaði okkur ekkert, við fyrir bara maður á mann og elta út allan völl. Og það finnum hvað skóp sigurinn í dag? Já, bara eins og ég segi, þú veist, það þessi andlit og spirit, maður finnur það inn á vellinum þegar maður ofan á í baráttunni, þú veist, þú finnur það svo sterkt inn á vellinum, við finnum það á móti FH og móti IA, við vorum kannski aðeins undir þar, svo þú kemur og finnur inn á vellinum, það það sem skóp sigur og svo koma gæðin með þegar baráttan og það allt í staðar. Frí framöndan snertir aðeins aðeins, hvað persónulega hvað ætlarðu að gera, nýta frí í því og bara einhver dagar á? Já, við erum bara að æfa í vikunni og svo held ég að fáum eitthvað aðeins helgafrí næstu viku og við njótum það bara aðeins til að slaka á og endast okkur og svo bara mótið rétt að byrja, við erum farin í hörkutörn, þannig að við þurfum bara að safna kröftum og koma ennþá sterkari tilbaka. Hvað heldur Sigur geti gefið ykkur bara fyrir framhaldið í mótinu eins og segir? Bara að gefa okkur það, við erum bara 1 stig eftir Víking, við erum ekki að fara að elta, þetta hefði getið orðið 7 stig, það hefði verið erfitt, þannig að það gefur okkur bara trú og sjálfstraust að fara með þessa frammistöðu inn í mótið áfram. Takk fyrir ganga vel.